Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið þið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 27. júní. Nú daginn tekið að stytta 9 á hásumri og manni finnst það í raun ótrúlegt, en sumarið á Íslandi stutt. Góðu tíðindin eru þau að þetta aðeins hænufett í einu gerist mjög hægt. Það á hins vegar ekki við hinna pólitísku sól í lífi Sir Keir Starmer, forsætisráðherra Breta. Í upphafi vikunnar tilkynnti hann hið óumflýjanlega. Hann ætlar að láta störfum sem forsætisráðherra og formaður verkamannaflokksins. Það í raun ótrúleg atburðarás að fylgjast með því að í júlí 2024 vann hann gríðarstóran kosningasigur í Bretlandi og náði þar einum mesta meirihluta sem verkamannaflokkun hefur nokkur sinni séð í þinginu. Menn töldu að þar með væri komið umboð til þess að hrinda í framkvæmd stefnu flokksins sem hann hafði heitið fólki að hann myndi fylgja eftir. En það hefur skolað hratt undan ráðherranum, bæði vegna hneykslismála en líka vegna rangrar ákvarðanatöku. Þeir sem vilja Ísland gangi í Evrópusambandi segja að Bretar séu víti til að varast. Þeir gengu auðvitað út úr Evrópusambandinu og þar hefur allt gengið á afturfótunum síðan. Þetta dæmi, pólitísk saga Keir Starmer og fleiri stjórnmálamanna síðustu árum í Bretlandi sannar hins vegar að þetta snýst ekki Evrópusambandsaðildina. Þetta snýst það hvernig þjóðir halda á sínum eigin málum, hvernig forystun háttað. Þegar Keir Starmer sigraði 2024 þá lýsti Kristrún Frostadóttir yfir mikill ánægju með þetta og sagði að sigur Starmers væri henni innblástur. Við skulum vona að sá innblástur ná ekki stefnumörkunina eða stjórnarhættina þó að margt bendi til þess að það séu hlutir sem eru líkir með þessum stjórnmálamönnum. Það hafa hneykslismál skekið ríkisstjórn Kristrúnar sem að fennir fljótt yfir sem við þekkjum. Ráðherrar hafa horfið á braut og stuðningur við stjórnina hefur minnkað. Þá hefur stjórnin líka tekið ákvarðanir sem að hafa komið niður á efnahagslegri stöðu landsins. Nýjasta dæmið eru auðvitað vörugjöldin sem að lögð voru á í byrjun árs sem að höfðu þau áhrif að verðbólgan fór á fullan skrið og Seðlabankinn þurfti að snúa af leið vaxtalækkana og núna að skrúa upp vextina og mun sennilega gera það aftur í ágúst næstkomandi. Það ekki góð tíðindi en enn tími til stefnu og Kristrún getur snúið af leið og farið að taka ákvarðanir sem að koma efnahagslífinu vel. Íslandi hefur sem betur fer farnast mjög vel og frétt sem að við fluttum í Morgunblaðinu á þriðjudaginn, hún staðfesti það meðal annars. Kaupmáttur fólks á Íslandi hefur síðastliðinn áratug vaxið að meðaltali 3,8% ár hvert, á meðan sömu tölur fyrir Evrópusambandið eru 0,4%. Þarna regin munur á. Og þeir sem að vilja að við göngum í Evrópusambandið og segja að þar sé gull og græna skóga að finna, að grasið sé miklu grænna hinum yfir lækinn, þeir verða að útskýra fyrir okkur hvernig stendur á því að þessar tölur eru jákvæðar fyrir okkur Íslendinga þegar við erum í íslensku krónuna og okkar sjálfstæðu stjórn á öllum megin málum. En þá horfir öðruvísi við í Evrópusambandinu meðal annars hjá ríkjum sem að ættu að öllu óbreyttu að eiga auðvelt með að sækja aukinn kaupmátt og aukinn umsvif einfaldlega vegna þess að þau eru fátæk og geta brotist til bjargálna. Það miklu auðveldara fyrir þann sem að keppa í neðstu deild að bæta sig í íþróttum heldur en þann sem í efstu deild. Á þetta hefur oft verið bent. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu fer fram núna í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. Íslendingar keppa á móti, þar sé á heimsmeistaramótinu í lífsgæðum og þar erum við oft í fyrsta sæti. Við keppum ekki á mótinu í fótboltanum að þessu sinni þó okkur hafi tekist að komast að það mót áður og ég ætla hér í lok þáttar að ræða efnahagsleg áhrif þessara ótrúlegu íþróttar og þessar móts sem að yfirtekur í raun og veru allt í okkar samfélagi og flestum samfélögum þessar vikur sem að það stendur yfir. Áður en að því kemur ætla ég hins vegar að ræða fréttir vikunar, pólitíkina og þingveturinn sem að baki við þá Jón Gnarr og Snorra Másson. Jón Gnarr eins og við vitum þingmaður Viðreisnar og Snorri Másson situr á þingi fyrir Miðflokkinn. Þeir horfa á hlutina með ólíkum augum
og það á við Evrópumálin en margt annað. Ég ætla líka að ræða við á þjóðargrafreitin á Þingvöllum. Fylgist þið með þessari spennandi umræðu næsta klukkutíman eða svo. Renault Scenic. Sjáðu heiminn. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Kynntu þið málið á samsungmobile.is. Landsins mesta úrval af Hoka hlaupaskóm. Sportís, Skeifunni 11. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn í Skeifunni 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Komið sæl að 9. Þeir eru komnir hingað til mín, alþingismennirnir Jón Gnarr og Snorri Másson. Annar þeirra situr í meirihluta og hinn í minnihluta. Þeir sátu núna fyrsta heila þingveturinn sem þessi ríkisstjórn við völd. En þeir komu inn á þing eftir kosningarnar í nóvember 2024. Komið sælir. Já, sæl. Þakka fyrir. Hvernig tilfinningar þetta að ljúka fyrsta þingveturinn? Verður þetta eins og að klára fyrsta bekk í mentó? Já, það líklega hægt að finna nákvæmari líkingar. Komdu með þær? Já, sko, ég hugsaði þegar ég leit tilbaka núna, þegar þingið var að klárast, jú, ok, býtu, hvað hefur gerst hérna í vetur? Hefur við gengið götuna til góðs? Ég myndi alltaf kannski ekki segja það almennt á heildina litið ríkisstjórnina, en þá getur Jón Gnarr vonandi sagt okkur hvað hefur batnað hérna þessu ári, hann hefur byrjað strax í þessu. En þetta auðvitað mjög sérstakur starfsvettvangur sko, og það mjög skrítið að vera inn í þessu batterí og ég held að þingmenn stundum gerir of mikið úr því hvað almenningur að fylgjast mikið með því sem að gerast. Þeir ímynda þessu stundum aðeins séu algjörlega inn í öllum intrigum vinnustaðarins en svo ekki en engu á síður stundum rosalega mikil athygli á því sem að gerast þarna, hvort sem bara hjá þingmönnum eða þinginu almennt. Þannig að nei, já, menntaskóla líkingin, þetta mér skortir orð til þess að lýsa þessu almennilega, en þetta búið að vera samt, þetta fyrsta heila árið hjá ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur. Þannig að fyrst var þetta svolítið endasleppt, núna veit maður hvernig það að fara í gegnum bara alveg frá hausti og til vors. Og þá fattar maður, sko, þú veist, þarna þarf alltaf að koma með mál inn, vel undirbúin og virkilega vinna þau vel til þess að menn fallist á að þau komist í gegnum þinglega meðferð og það auðvitað hlutverk okkar í minnihlutanum að hamast á þessum málum öðrum þræði inn í bæði nefndinni og síðan inn í sal. Og það sem ég sá allan að núna var að, þarna fara ákveðnar breytingar í gegn í ýmsum málum og það alveg sannarlega rétt. En hitt að maður skynjaði það núna, til dæmis þegar við vorum að greiða atkvæðagreiðslur, eða greiða atkvæði núna undir lokin, að það var mjög mikið af til dæmis, og það kannski ónákvæmt fyrir hlustundur til þess að fara að velta fyrir sér, en það samt hefur ákveðna þýðingu að það var mjög mikið að breytingatillögum við þriðju umræðu mála og það ekki alveg það ekki alveg góður siður að vera með mjög umfangsmiklar breytingar og stórum frumvörpum bara í þriðju umræðu æ ofan í æ. Breytingatillögur frá meirihlutanum? Já, frá meirihlutanum, þar sem maður sá að menn voru bara að breyta málunum þegar við eigum í raun og að gera það eins fyrr í ferlinu en menn voru mörg málin voru unnin í smá hasti þarna undir lokin, það verður að segjast, of miklu að mínum mati. En það ekki líka bara sveigjanleiki? Jú. Taka rökum, sína hvað þetta viðsýnt fólk og sína það. Hlusta á mótmælaraddir, viðtækt samráð. Já. En hvað segir þú, hver upplifunin af fyrsta heila þingvetur? Hún bara mjög góð. Mér fannst þetta bara ágætur vetur og það slaknaði svolítið spennan eftir umræðurnar veiðigjaldið og það var komu upp kannski deilumál en ekki jafn mikil en svo þetta svolítið sérstakt líka þessir þegar það búið að taka dagskrá þingsins úr sambandi og það bara verið að vinna jafnvel bara klukkutíma
það svolítið skrítið líka bara því þú ert að tala sko ímynd fólk svo af þinginu. Þannig náttúrulega fjöldi þingmanna sem með aðstandendur sem að spurja hvenær þetta búið, veistu hvenær heldur að við getum komist, á ég að klára, á ég að bóka þetta eða eitthvað svona, ég veit það ekki, en getur ekki, og allir með þetta bara, en getur ekki spurt einhvern. Nei, ég get ekki spurt, það veit það enginn. Ekki einu sinni Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti þingsins. Nei, en þannig að bara, sko, þetta er óvissuferð og en mér fannst nú atkvæðagreiðslurnar þarna þessa síðustu 2 daga ganga bara ágætlega og mér fannst áberandi þarna seinni daginn sko síðasta þingdaginn bara mér fannst svona bara gangur í þessu og mér fannst málefnaleg umræða, mér fannst fólk koma upp og gera grein fyrir atkvæðum sínum og svona og mér fannst þetta bara mjög málefnalegt og bara svona heilbrigt, það var svona mín upplifun. En ef maður svona, þegar núna heldur maður að fara að rifja upp þingveturinn, þá getur maður samt lýst því að það hefur náttúrulega orðin ákveðin eðlisbreyting á nálgun stjórnvalda ef maður horfir bara frá upphafi síðasta haust og síðan inn í vorið að einhver staðar á einhverjum tímapunkti þarna er verkefnið að einbeita sér að innanlandsmálum, efnahagsmálum að koma böndum á ríkisútgjöld með því að skipuleggja betur starfsemi ríkisvaldsins, finna leiðir til þess að halda lífinu almennilega í þróttmiklu atvinnulífi hér og svo framvegis. Þarna er fókusinn kannski, ef við getum sagt sem svo, haustið og alveg ljóst af umræðum ef maður bara skoðar hvað forystumenn ríkisstjórnar voru að segja, hvernig voru að tala kannski haustið og svo er það algjörlega breytt svona eftir því sem líður á veturinn og eftir að róðurinn þyngist bæði í þá stjórn efnahagsmála og þá bara atvinnulífinu víða hérna á Íslandi eins og maður hefur séð að þetta hefur ekki verið neitt blómlegur vetur í efnahagsmálum. Maður sér að það eru þrengingar, það er samdráttur að grafa sig á ýmsum sviðum og eftir því sem þetta ágerist þá allt í einu breytist áherslan hjá stjórnvöldum og fer yfir það að vera kannski aðeins þægilegra að tala einfallega eitthvað sem er miklu meira abstrakt, miklu meira óvissa í, enginn veit í raun og veru neitt hvað felur í sér og þá er það Evrópumálun og þá vilja menn í raun og veru taka frekar skarpa beygju inn í þau. Það er þannig sem maður gæti sannarlega lesið svona pólitíska niðurstöðu þessa þingvetrar. Förum aðeins inn í Evrópumálunum eftir. Mér langar til að spyrja ykkur einnar áleitinar spurningar. Ok. Þú talar starfsvettvang og ég heyri oft alþingismenn tala alþingi sem vinnustað og þetta sé ekki fjölskylduvænt vinnustaður og það sé ekki stytting vinnuvikunnar og allt þetta. Eru menn að kvenka sér? Ég spyr bara, er það að sitja á löggjafarsamkundunni kjörin til þess verks í 4 ár? Er þetta starf? Er þetta ekki eitthvað annað og jafnvel meira en það? Jú, þetta er alveg mjög góður punktur og ég hef reynda lengi talað þannig að mér finnst þetta er sannarlega eðlisólíkt öðrum störfum. Er þetta starf? Já, eða auðvitað það fer eftir hvernig maður skilur starf. Ég meina auðvitað þarf maður að vakna hverjum degi og mæti í vinnuna innan gæsalappa og maður er í vissum skilningi alltaf í vinnunni að því marki sem maður er í einhverju hlutverki gagnvart almenningi og maður er náttúrulega kjörinn fulltrúi á alþingi en það er auðvitað mjög mikið þetta rætt hvort að þetta ætti frekar að vera fólk sem væri með tekjur annars staðar frá og væri í öðrum vinnum. Jón Gnarr hefur nú tekið af sér auka hlutverk, hann var nú mættur í Ríkisútvarpi í frægum sketsi. Menn geta gert ýmislegt. Ég myndi, en það er ólíkt eftir eftir faggrein hvers og eins áður hann kemur inn á alþingi hversu mikið hann getur lyft sér af því. Ég myndi aldrei fara að taka laun held ég fyrir að vera í blaðamennsku eða eitthvað annað eins Þú veist, ef maður hugsar út í hann, ég myndi miklu frekar fyrirgefa listamanni fyrir að gera það, ekki það að þú hafið ekki laun á Ríkisútvarpinu. En ég er að segja, þú veist, þannig að það er mjög... Þú búin að setja reikningin? Að því marki er þetta náttúrulega starf, að maður er ekki að vinna við annað á meðan, Þú veist, þetta útilokar svolítið það, Þannig að, þú veist, maður tekur þetta mjög alvarlega, Og það er mikið talað launin þarna og að tekjurnar séu háar og mér finnst þetta mjög góð laun sem maður er með, en mér finnst líka að maður sannarlega vinnur sér inn fyrir kaupinu, Hvað ert þú með í laun á mánuði sem stjórnarandstöðuþingmaður, bara ef þú horfir á launaseðilinn í heild sinni? Ég veit ekki hver talan er einmitt núna. Hvað ertu útborgað á mánuði? Þú veist, er þetta ekki einhver rétt rúm 1 milljón útborguð?
þú veist, 1,678, þetta eitthvað lækka á eitthvað, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega, þetta eitthvað á þeim slóðum. Ég kvarta alls ekki undan því, sko, en hins vegar ger ég athugasemd við það þegar menn láta sem að gera ekki neitt í vinnu, sko. Ég alltaf allan að sjálfur, kannski það misjafnt, sko. Og það koma skorpur, stundur langar skorpur, þannig að þið gerir því raun ekkert annað, þegar þið eru nánast á útkallsvakt og það mikil hamagangur í öskunni og það þarf að... Sko, þetta vinna. Þetta bara, sko, við getum borðið þetta saman bara við að vera, til dæmis eins og rithöfundur, og stundum, eins og bara í öðrum vinnum, stundum þetta mjög mikil vinna, stundum minni vinna og hún allt öðruvísi líka heldur en kannski maður hefur ímyndað sér að því að maður ímyndað sér gjarnan, sko, að starf þingmanns sé að vera þarna inn í þingsal, en það svo miklu víðtækara heldur en það. Og þú ert í fastanefndunum til dæmis og síðan sko ferðalögum og svo mjög mikið bara sko svona eiga samtöl við fólk og hagsmunaaðila, fyrirtæki, félagasamtök, einstaklinga hinn margvíslegustu mál. Já, mann líður ekkert ofta eins og maður sé vinnu, stundum líður mann eins og maður sé vinnu, það eru alls konar verkefni þar sem maður stundum svona, já, ok, þetta bara vinna, skilur, en að öðru leyti líður mér aldrei, þetta ævintýralegt að fá að vera í svona skemmtilegu starfi, sko, við kallum þetta starf. Þetta starf. En þetta allan það ykkar yfirlýsing. Ég algjörlega ósammála ykkur, en það nú annað mál. En þið þekkið þetta betur en ég, en það þingveturinn og þarna var auðvitað en eins og með önnur störf, sko, eins og Kiljan sagði, sko, að bara til 2 tegundir af störfum, það velunin störf og illa störf. Og það bara þín samviska. Ok, förum yfir þá störfin og sérlega meira hlutana sem að vera knýi gegn breytingar. Fyrstu fjárlögin sem að þessi ríkisstjórn keyrir í gegn í raun og veru. Það var talað verðmætasköpunarhaust og það var fleiri svona lýsingar verið notaðar á varðandi það hvernig voruð átt að vera annað. Hvernig finnst þér sem stjórnarþingmanni hafa tekist til og getur kannski nefnt svona einhver mál þar sem að þið hefði einmitt knúið hlutin áfram í rétta átt fyrir Íslands samfélag? Mér finnst þetta með, sko, og ósammála Snorra með það, mér finnst þessi, sko, þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir huga núna í ágúst, mér finnst það mikið framfaraskref og mér finnst það mjög mikilvægt lýðræðislegt mál sem að náðist í gegn og svo náttúrulega bara, sko, líka bara fjöldi mála, sko, sem að við þingmenn erum að vinna að og ekki síst í fastanefndunum sem sko fara út til samfélagsins nokkuð sko óséð. Það er margt sem að sko og það líka bara okkar hlutverk, það að afgreiða mál til að bæta úr einhverju. Það bara toppurinn í ísjekunum sér sést og það nú oft kannski helstu deilumálin? Já, og sko síðan eru náttúrulega alls konar svona utanaðkomandi öfl sem að við sko ráðum lítið við og erum oft svona vanmáttu gagnvart eins og bara Íran til dæmis og sko olíukreppan sem hefur fylgt í kjölfarið og það er svona bara það eru bara en þið brugðust við með því að lækka skatti eldsneyti tímabundið en það var líka boðað verðmætasköpunarhaust og síðan fóruð þið þessar skattabreytingar og menn vöruðu til dæmis við breytingum á vörugjöldum á bíla sem að síðan búið að staðfesta var til þess að hleypa verðbólgunni af stað. Hvernig horfir það við? Staðfesta, Hagstofan búin að staðfesta það. Já, en sko bara, þetta er bara svona, þetta er bara. Það er ekki hægt að segja að það hafi ekki verið við þessu, að það hafi ekki verið varað við þessu, að þær breytingar sem og svo sem aðra skattabreytingar sem að við höfum lagst gegn, að það er auðvitað mjög auðvelt að setja lög og ímynda sér að þetta mun ekki hafa neinn önnur áhrif en bara aukna tekjur ríkissjóð en það þarf að skoða miklu betur heildarmynd þeirra aðgerða þegar ráðast í þær eins og einmitt til þess þessi vörugjöld og aðrar gjaldskrábreytingar sem ráðast var í og varaða við. Ég held að sko
þegar við skoðum heildarmynd þingvetrarins, þá held ég að sé áleitin spurning, eins og ég reyndi nú að fara yfir til dæmis í ræði núna í eldhúsdeginum á Alþingi að spyrja sig hvað hefur batnað hérna frá því að þessi ríkisstjórn tók við. Það auðvitað hægt að benda á ýmsa utanaðkomandi þætti, sannarlega spila þeir inn í, en hitt hvernig menn halda málum og hvaða trúverðugleika þeir sýna til dæmis á hálfu ríkisvaldsins gagnvart því að ná stjórn á efnahagsmálum, og á þetta hefur margoft verið bent úr öllum áttum að það það sem þarf, trúverðugleiki gagnvart verðbólgunni til þess að menn treysti því að hún sé að þróast í rétta átt. Þetta traust ekki í samfélaginu núna og það þessi óvissu tilfinning sem margir upplifa gagnvart efnahagsmálum. Nú síðan talað að fara bara inn í Evrópusambandið og laga þetta með því og fara þá að fá sjálfkrafa lægri vexti, gjaldmiðil sem sveiflast ekkert, þetta eru rökin sem maður heyrir, og þar með margfalt betri kjör á flestum sviðum íslensks þjóðlífs. Og eins og Jón Gnarr orðar það ágætlega að það náðist í gegn innan ríkisstjórnin að fara í þetta stóra lýðræðismál. Það næst í gegn að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu sem ekki, það var ekki áhugi fyrir því að ræða það fyrir alþingiskosningar að menn vildu ganga inn í Evrópusambandið og þegar menn sækja Það ekki verið að tala að ganga inn í Evrópusambandið. Það verið að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það bara verið að spurja þjóðina. Nei, það verið að spurja hana, sko, það orðað þannig að þú viljir hefja svona einhverjar viðræður hljóma mjög sakleyslega, en það í raun og veru miklu réttara að segja, viltu sækja aðild að Evrópusambandinu, viltu að Ísland sækja aðild að Evrópusambandinu? Og hvað gerist þegar ríki sækir aðild að Evrópusambandinu? Það auðvitað reiknað með því ferli að það vilji ganga inn, en hins vegar erum við ekki með ríkisstjórn sem vill ganga inn. Það að segja, við erum með Viðreisnarflokkinn sem 10-12% flokkur eða eitthvað svoleiðis, allan í mælingum, ég man ekki hvað meldist með inn á þingi, örugglega 15-16, en restin mjög tvístígandi eða þá á móti. Og við höfum reynslaði sem Íslendingar að reyna að fara inn í Evrópusambandið með klofna ríkisstjórn og það varð býsna súrt, býsna hratt og ég veit ekki hvernig þetta fer í ágúst, auðvitað ákveður þjóðum bara hver niðurstaðan verður þar og það bara hennar réttur. Nei, ert þú á móti þjóðaratkvæðagreiðslunni sem slík? Ég greiddi atkvæði gegn því að fara í hana vegna þess að ég sé ekki að þessi góð hugmynd að fela þessari ríkisstjórn og utanríkisráðherrunum að fara inn í þetta verkefni þegar svona lítill stuðningur fyrir aðildinni sjálfri innan ríkisstjórnar. Ég bara tel að það kunni ekki góður lukku að stýra og það sé hreinlega næstum því ómögulegt pólitískt að... Finnst þér ykkur ómöguleiki í því að bara leyfa þjóðina að segja til það í ágúst og þú getur þá bara sem þingmaður eða almennur borgari tekið slaginn gegn hugmyndinu að þessar aðild að verða veruleika? Nei, enda hef ég enga teljandi ágjör af þessu, þetta fer bara sem fer og auðvitað bara kemur niðurstaða því og menn vinna út frá því í framhaldinu, maður ekkert að missa svefni yfir því, en ég tel hins vegar ekki ráðlegt, rétt eins og við tölum fyrir kosningar, sko, við sögðum alveg skýrt að við myndum ekki beita okkur fyrir því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla og aðrir flokkar svöruðu þessu með þeim hætti og þá auðvitað getur maður alveg staðið við það inn í þingi, en ég heldur ekkert að segja þessi katastrófískt að svo fari, ég heldur ekkert að láta þannig, en maður bara móti hugmyndinni og pælingunni að það sé hægt að framkvæma þetta svona, rétt eins og hæstvirtur forsætisráðherra, en þá líður maður eins og maður sé það inn í þinginu, hefur lýst að hún hefur talað að það þurfi bara helst aukin meirihluta, algjöra samstöðu innan ríkisstjórnar, verkalýðsfélaga og atvinnulífs til þess að sé raunhæft að fara með þjóðina inn í þetta verkefni. Og mér finnst þetta eðlilegar forsendur gagnvart svona verkefni, það ekkert útilokað að þjóðin vilja á einhverju tímapunkti eða taki að sé algjör samhljómur að fara inn í Evrópusambandið, en sá samhljómur ekki fyrir hendi, heldur aðeins stuðningur fyrir þetta inn í Viðreisn, skýr. Og það það sem ég hef áhyggjur af. Sko, samkvæmt einhverjum skoðanakönnunum þá virðist sko stuðningur við Evrópusambandsaðild vera meiri hjá Samfylkingunni heldur en hjá Viðreisn og sko, en mér finnst þetta svo sjálfsagt mál og þegar þetta kom fyrst til tals og þá leist mér mjög vel á þetta og mér finnst þetta skemmtilegt, þetta gaman, bara að leyfa fólki bara að kjósa hvort að vil gera þetta og þetta ekki léttavíktar mál, þetta kostar gríðarlega peninga og þetta hefur mikil áhrif á samfélagið ef að þessi ákvörðun eru tekin, þetta ekki eitthvað sem að menn taka létt út. Sko það þarf ekki að vera létt út þó að eitthvað sé skemmtilegt en að þjóðin fái að segja það hvort hún vill skoða þetta eða vill ekki skoða þetta finnst mér bara lýðræði kostar, einræði miklu ódýrara. En Kristrún talaði það í kosningabaráttunni
að það var ekki ráðlegt að fara í þetta ferli í bullandi ágreiningi og annað þeim. Ef maður les stefnuræðu Kristrúnar frá því í september í fyrra, þá minnist hún ekki einu orði á Evrópusambandi í því sambandi, á þeim vettvangi þegar hún að leggja drög að þingvetrinum komandi. Þetta mál verður síðan allt líkjandi á þingvetrinum. Er þetta ekki óheppilegt þegar er að ræða svona risavaxið mál sem að varðar þetta er bara eðli mál samkvæmt. Þetta risavaxið mál og þetta umdeilt. En hefur þú ekki forsætisráðherra átt að minnast á það í stefnuræðu og eftir ósammála því að það sé óheppilegt að fara, segir sér svo að þetta fari 51-49? Já. Er þægilegt fyrir ríkisstjórnin að fara með slíkt umboð inn í viðræðu við Evrópusambandið til þess að reyna að knýja fram einhvern góðan samning eins og það kallað? Ég bara get ekki sko metið það. Af hverju ekki? Vegna þess að ég bara treysti mér ekki til að meta það. Þú getur bara nefnt einhver alls konar prósentur. 48. Hún sagði 70-30 sko. Það er auðvitað alls ekki þægilegt sko og þess vegna finnst mér oft hólur hljómur í þessu tali sem að þeir sem sko hafi efasemdir að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sé góð hugmynd á þessum tímapunkti einhvern veginn treysti ekki þjóðinni. Það er náttúrulega mjög mörg mál sem þú gæti farið í þjóðaratkvæðagreiðslu það var þjóðaratkvæðagreiðsla nýlega í Sviss að hámarka fjölda íbúa í landinu við 10 milljónir til þess að stemma stigu við innflytjendaþróuninni. Það fór næstu á 55-45 sko og það var reyndar fellt svo tillaga sko. Það væri hægt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að eigi að fjármagna stríði í Úkraínu eða hvort að eigi að taka við fleiri hælisleitendum eða hvort það eigi að kenna transmál eins og þessu við kenndi í grunnskólum. Ég meina þetta var þjóðaratkvæðagreiðslu alla skapa hluti en þegar menn vilja fara í þjóðaratkvæðagreiðslu, þessi ríkisstjórn, þá gerir hún það vegna þess að hún með óleysanlegan ágreining innan stjórnarinnar að sækja aðild að Evrópusambandinu og vill losa sig við þennan ágreining og flytja hann yfir á þjóðina. En hefur því ekki margoft verið lofa líka fyrir tíð að það yrðu greidd atkvæði með þessum hætti stóra ákvarðanir? Það var gert fyrir þingkosningarnar 2013 og ekki staðið við það. Varandi það að draga umsóknina tilbaka? Það sem kemur síðan núna upp úr dúrnum, það hálfu samfylkingamanna, til dæmis Kristrúnar og síðan Jóhanns Páls Jóhannssonar í ræðustól Alþingis. Þá segja þau að það sé alls ekkert víst að samningur fari aftur fyrir þjóðina eftir þetta. Það búið að fullyrða að það verði ekki farið inn í Evrópusambandinu án þess að greiða aftur atkvæði, en það ekki búið að fullyrða fullum fötum að sá samningur sem fáist út úr þessum aðildarviðræðum að hann fari aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það þurfa að vera stuðningur ríkisstjórnarflokkana eins og Jóhann Páll orðaði það, stuðningur að þau þetta standa við þennan samning. Já, en það ekki líka sjálfdautt mál, Snorri, ef að ríkisstjórnin fær ekki framgengt því sem að hún hefur sett sér sem markmið í samningunum, fær einhvern ömurlega samning að borðið, ætti sú ríkisstjórn að leggja slíka samning fyrir þjóðina og mæla gegn því að hann yrði samþykkt. Þetta sjálfdautt mál. Hún verður að treysta þjóðinni. Það verður bara, ef það var að treysta þjóðinni, þá verður náttúrulega treysta fyrir samningi líka. Ég meina, ef þetta menn séu hættir að styðja samningin, þá eru þau náttúrulega að láta svolítið eins og þau séu að fara alveg hlutlausir inn í þetta ferli. Þannig að Kristrún geti fengið hendurnar einhvern öðrulega samning frá Þórgerði og henni bara sitja í þjóðaratkvæði en geti þurft að segja samvisku minnar vegna hvetja í þjóðana til þess að fella samning. Það þarf svo bara að vega og meta niðurstöðuna því og hvað framhaldið verður eftir kosningunum. Það er bara óljóst mál. En að því þú varst að spurja þú veist, hvað hefði áunnist og fyrir mig og þann málaflokk sem að ég hef verið að einbeita mér að reyna að vinna að úrbótum í málefnum barna á Íslandi sem eru í erfiðleikum, einhverja hlutavegna. Mjög gjarnan kallað börn með fjölþættan vanda, börn með fjölþættar stuðningsþarfir. Og þessum málum hef ég verið svolítið að einbeita mér sérstaklega að og fyrir mitt leyti þá varðandi þann málaflokk þá ég mjög sáttur. Það var lokið, það náðist að klára rannsókn á úttekt á brunnanum og Stuðlum. Það var í fjárlögum fjármagnaðar endurbætur, settu milljarður í endurbætur og uppbyggingu á Stuðlum eða þá sambærilegu úrræði. Það er komið drög að nýjum barnaverndarlögum sem innihalda svona umbætur og breytingar sem ég tel nauðsynlegar.
og hef talið nauðsynlegar og eru nauðsynlegar og síðan opnar langtíma meðferð fyrir drengi sem áður var Gunnarsholt, í Lækjarbakki sem var lokað út af Miklu. Nú er sú starfsemi búin að opna aftur í Gunnarsholti og mikill sómi af því. Þannig að sko varðandi þennan málaflokk að þá til dæmis finnst mér mikið hafa áunnist. Auðvitað myndi maður vilja meira en svona lífvett. Þannig tókst þér að drepa Evrópuumræðuna hér í þessu þætti? Nákvæmlega. Þetta var vel. Það var hálfvangaður bara. Nei, en sko Nei, og svo það líka með stjórn og stjórnarandstöðu þegar málin góð og mikilvæg þjóðþrifamál, þá sannarlega höfum við aldrei dregið á okkur að styðja þau og hjálpa til inn í nefndum og ég hef að mörguleiti átt mjög gott samstarf við stjórnina í ákveðnum málum en síðan ágreiningur öðrum og það bara eins og gengur en þetta verður náttúrulega líka að vera, við höfum sannarlega sett okkar mark á mörg þingmál og tekið þátt í mótum þeirra og það bara, það kannski líka heldur ekkert mikið talað það að stjórnarandstaða hefur mjög mikinn stundum getur hún tekið mikið þátt í mótun mála og stundum ríkir þannig sátt málum og það auðvitað bara gott sko að því markið þá ráðum við einhverju sko að því leyti sko. Það gott. Ein spurning, hefur þú lengi verið stuðningsmaður þess að Ísland gangi í Evrópusambandið? Nei. Sko Jóngnar yfirlýstur stuðningsmaður yfirlýstur Evrópusinni. Ég ekki Evrópusinni, ekki frekar en ég Bandaríkjasinni, skilur, ég bara einhvern veginn, ég hef aldrei bara, þú Bandaríkjasinni? Ég Evrópusinni, ég ekki Evrópusambandsinni. Nei, og ég gerir mikið greina mér á þessu, en ég að spyrja að þessu, því að það eitt atriði sem að þvælist aldrei fyrir mér. Já. Það þetta fólk sem að tala fyrir því að kíkja í pakkan og skoða hvað við getum fengið út úr aðildarviðræðum. Allir hættir að tala, þetta segja kíkja í pakkan, þetta bara, Þetta það yfirmáta hallarslegu fræst. En sko stærstu hluti þess fólk sem að fer harðast fram í þessar umræðu hefur árum saman, jafnvel áratugum saman sagt Íslandi best borgið innan Evrópusambands. Það hefur ekki verið gert með neinum fyrirvara það hvað komið út úr aðildarviðræðum. Þannig þetta fólk ekki að einhverju leyti að leika tveimur skjöldum eða að slá ryki í augu fólk með því að segja þetta snýst bara það að kíkja í pakkan? Fólk hefur bara mismunandi sannfæring og oft þetta ákveðin trú á eitthvað, traust til einhvers á formaður þíns flokks stofnar stjórnmálum til þess að ganga í Evrópusambandið alveg óháð einhverjum samninga í upphafi það eru margir innan þessara flokka bæði Viðreisnar og Samfylkingar sem ekki alveg seldir á Evrópusambands aðild. Það alveg þannig. Hver eru það? Ég bara, en ég hugsa bara þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og hugsanlega síðan einhver samningur við Evrópusambandið sem væri svona einhvern veginn það sem að við myndum skoða og við gætum ákveð í kjölfarið hvað við vildum gera. Mér finnst það skynsamlegt vegna þess að ég held ef við gerum þetta ekki þá verður við rífast þetta næstu 30-40 árin. Það ekki sterk rök í máluna sem aðtugum bara hvort það sé að semja þessa menn og hvort að þeir leiki bara af sér og við fáum hér eitthvað samning sem engin önnur þjóð við fengið. Sko í fyrsta lagi eitt að fá samning og eitt að gangi inn í Evrópusambandið á ákveðnum forsendum og svo það að vita engan veginn hvernig Evrópusambandið þróast síðan á næstu 10, 20, 30 árum og það ýmis merki að það sé að þróast í óæskilega átt sem að líka hafsvæðin í kringum Ísland. Það má líka segja við erum ekki að ganga í hafsvæðin. Við erum ekki að ganga í sjóinn. Við erum að taka en það eru greinilega líkindi á milli þess að þínum huga að ganga í Evrópusambandið og ganga í sjóinn. En það sem ég vildi sagt hafa að það eitt sko, hvað Evrópusambandið göngum inn í og síðan í hvað átt að þróast. En síðan það hitt að Evrópusambandið ef
ef þessu stilt upp þannig að þetta sé bara þessi óleysanlega deila sem leysist ekki nema með þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og með því að fara inn í margra ára flóknar og kostnaðarsamar aðildarviðræður sem munu leggja væntanlega meira og minna allt opinbera kerfið undir sig eins og það leggur sig og væntanlega pólitíkina sömuleiðis næsta óákveðna fjölda ára sem menn virðast nálgast vissulega af ákveðinni léttúð að það sé ekkert mál að bara gera þetta og átta sig ekki á því og geti ekki heldur farið og bara það bara bera saman hvernig fellið var hérna á sínum tíma það veit menn út í hvað þeir að fara ef þeir horfa heiðarlega á það hvernig málum þróuðust þar og hvernig stemningi var orðið í kringum þetta eftir 2 ár, 3 ár af klófinni ríkisstjórn að þykjast ætla að fara inn í Evrópusambandið allana. Hér áður en Viðreisn fyrir ríkisstjórn þá hef ég ekki skynjað það þannig í samfélagsumræðunni að þessi deila Evrópusambandið þegar til dæmis kjör hérna voru aðeins betri fyrir nokkrum árum á lánum, húsnæðismarkaði, almenn lífsgæði, almennt tónnin í alþjóðamálum og öðru eins þegar við lifðum á þessum góðu tímum þar sem endalók sögunar voru einhvern veginn komin og menn voru bara slagir þá fannst mér umræðan þetta ekkert vera einhver óleysanlegur Gordionshnútur sem vofði yfir þjóðinni heldur telji mun frekar að ef við værum með ríkisstjórn sem gæti einbeitt sér að fullum þunga að nota þau tæki sem við höfum í þeim alþjóðasamningum sem við höfum núna gagnvart Evrópusambandinu, gagnvart vestri, gagnvart austri, í allar áttir, bara málefnalega hátt, nota þá stöðu og sömuleiðis bara þessa góðu stöðu innanland sem þjóð með ótrúlegar orkuauðlindir, alveg einstakar orkuauðlindir, einstakar auðlindir á hafi og svo framvegis, þjóð sem í allt annari stöðu en langflestar þjóðir Evrópusambandsins, þannig að því sé haldið til haga, þá erum við í stöðu til þess að tryggja þannig lífsgæði hér að enginn væri að láta sér detta í hug að það væri í raun og veru æskilegt skref að sækja aðild að Evrópusambandinu. Auðvitað væri alltaf ákveðinn hópur sem að myndi vilja gera þetta og svona hluta til pólitískum forsendum, að vísu eru rökin fyrir þessu mjög breytileg, það var mikið talað varnarmál hérna fyrir nokkrum misserum og kannski svona uppáðið þings í einhverjum skilningi en ég heyri ekki jafn mikið talað. Þórdís Kolbrún skrifaði mjög athyglisverða grein efnahagslegar varnir. Já, en ég heyri ekki búin að gera hann að sendi þeirra. Hún þið búin að gera hann að sendi þeirra. Henni var launuð greinin, en það sem ég að segja þannig að ég kaupi það ekki alveg að það sé einhvern veginn engin leið að leysa úr þessari spurningu stöðu Íslands í umheiminum önnur en að fara og sækja aðild að Evrópusambandinu. Þetta alltaf það sem felst í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, ef svarið já, þá sækjum við aðild að Evrópusambandinu og síðan sjáum við til hvort það komi samningur eða ekki, sjáum til hvað það tekur langan tíma, hvað kostar okkur mikið, en þetta getur orðið, og það það sem maður vara við, bara á svona hlutlausan og rólegan hátt, þetta getur orðið miklu meira mál en látið þeir uppi með að gera þetta og fara inn í þetta ferli og þessuna þegar maður telur að okkar hagsmunum sé lítandi á þetta vegna þess að ég til dæmis að öll þessi atriði eins og efnahagsmál, vaxtastig, vöruverð, það verður ekkert samið þetta í samningum. Það enginn að fara að sjá í samningum, matvaran mun lækka þetta, menn munu sjá svona abstrakt hugmyndir valdheimildir, hvar þær muni liggja, en menn munu ekki vera miklu nær það til bara hvernig þróun efnahagsmála verður hér. Ef að Íslendingar eru sammálaðir þetta, þá munu þau bara segja nei, þegar verður spurt hefur þú áhuga á að skoða samninga við Evrópusambandið. En það sagði ég á hann ég er ekkert að láta þessu sína þetta sögulegt stórslys hérna. Ég skil vel að ákveðnir aðilar hafi áhuga á því að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að þeir hafa áhuga á því að sækja aðild að Evrópusambandinu. En mér finnst svona aðeins of óljóst að segja að sé bara til að kíkja hvað í þessu, það takmarkaðar upplýsingar sem fást við slíkar aðildarviðræður utan við þær upplýsingar sem bara liggja fyrir núna það hvernig það virkar að ganga inn í Evrópusambandið. Ég hef hlustað á rökin sem að mér finnst vitræn með eða á móti og mér finnst gott að leita til fólks svona sem ég þekki sem hefur ólíkar skoðanir og ég tek fullt mark á svona skynsamlegum rökum þess að við göngum í Evrópusambandið en líka skynsamlegum rökum þess að við gerum það ekki. Oft þetta hlutir sem ég hef mjög lítið vit á og þannig að eins og fyrir mig mér finnst þetta mjög mikið af brýnum málum hér á Íslandi sem að við þurfum að einbeita okkur að og þau mun ekki leysast af sjálfu sér þó við göngum í Evrópusambandið. Við þurfum að leysa þau sjálf. Gott að það gengist í því alltaf. En segðu mér ekki í því sambandi að því að það verið að menn greinir á það hversu alvarleg ákvörðun þetta er í ágúst.
hvort þetta hafi mikla afleiðingar. Snorri segir að þetta hafi mikla afleiðingar því að stjórnkerfi verði... Þetta sagði fólk líka þegar við gengum í NATO. Nú erum við orðin skotmark, skilur. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður flokksins þíns, hún hefur sagt beinlínis í fjölmiðlum að það muni eða kunni að hafa alvarlegar afleiðingar fyrir Ísland ef að við segjum nei í ágúst. Hvað er hún að vísa í þar? Ég bara veit það ekki. Ertu ekki búin að spurja hana? Þú situr með henn á þingflokksfundum, formaður kemur og segir þetta kann hafa alvarlegar afleiðingar. Þú hlýtur sem þingmaður að hafa mikinn áhuga því að vita hvað afleiðingar það geti verið. Ég hef mikinn áhuga að vita það, ég bara fæ ekki hingað þáttinn til þess að svara því, sko. Nei, ok. En ég get ekki svarað fyrir hana, sko. Nei, en ég myndi ímynda mér að hún sé að vísa til bara þeirrar miklu óvissu sem að ríkir á alþjóðasviðinu og ekki síst innrás Rússa í Úkraínu og svona vaxandi greinilegan ótta við Rússa, til dæmis með inngöngu Svíþjóðar í NATO, sem að ég hafandi verið búsettur í Svíþjóð taldi bara ómöguleika. Nú hafa reynslu miklu sendiherrar eins og Gunnar Pálsson sagt að það kunna hafa alvarlegar afleiðingar fyrir varnarvilja Bandaríkjanna. Þú veist, ef Þorgerður vill ekki koma í þáttinn, þá getur ekki fengið mig í þáttinn til þess að þykjast þeirra Þorgerður. Nei. Á ég að þykjast þeirra Þorgerður? Nei, sko, ég var ekki að biðja það. Ég velti vöngum yfir því ef að formaður flokksins kemur með svona alvarlega yfirlýsingu að ég hefði haldið að þingflokkurinn fengi einhverjar skýringar á því hvað þarna værum að vera. Vegna þess að svo segja menn á móti eins og þessi reynslu miklu sendir hafi gert í grein hérna í Morgunblaðinu að það kunna hafa alvarlegar afleiðingar fyrir okkur hvað varðar mögulega inngöngu í Evrópusambandið að þá muni Bandaríkjamenn hafa skertari vilja en áður til þess að koma okkur til varnarsamkvæmt varnarsamningnum frá 1951. Þetta er ekkert já, þetta er bara risa spurningar. Allt hefur sínar afleiðingar og svo getur þú sagt að það er svona huglegt mat hversu alvarlegar það er gætu hugsanlega orðið. Það skiptir miklu máli, það hefur mikla vikt þegar utanríkisráðherra segir við þjóðina þetta mun hafa alvarlegar afleiðingar fyrir en utanríkisráðherra hefur líka býrið við miklu meiri upplýsingum þessi mál heldur en kannski hinn almenni þingmaður og margt að þessu er líka svona bundi trúnaði. Ég skal ekki segja. En ég myndi einstaklega í sambandi við það sem sendiherrann fyrirhandi skrifar að þetta sé einhvern veginn hættusamt gagnvart Bandaríkjunum og þeim varnarsamningi sem við erum með þá að vera í þessum Evrópusambands aðildar viðræðum. Ég hef ekki alveg sömu áhyggjur af því. Ég held að við sem fullvalda þjóð höfum bara okkar fulla rétt til þess að leita okkar kosta víðast hvar og Bandaríkjamenn hafa líka fulla rétt á því ákveða hvort þeir sendi börnin sín til varnarlandi sem leitar á sér annars staðar. Að sjálfsögðu. Þetta gengur í báðar áttir. Já, að sjálfsögðu, en sambandi hefur verið einkennst núna af ákveðinni gagnkvæmri virðingu sem ég held að þoli vel svona Evrópusambands umræðu hérna á Íslandi, vegna þess að þetta er bara spurning sem hér í gangi og við ættum alls ekkert að vera þannig lítil í okkur að við leyfum okkur ekki að skoða okkar kosti án þess að hafa ómiklar áhyggjur af þessu sambandi við Bandaríkin sem ég held að standi bara óháð öðru á traustum fótum. Þetta lítur spurningar sendir að slúta neitt að ef við tökum ákvörðun að gangi yfir. Já, svo er hægt að fara út í ýmsa sálma en sko, ég var á tónleikum á Þingvöllum og ég er ekki að reyna að breyta umræðefni. Heldur var þar spurt, Bergur Ebbi og Saga Garðarsdóttir voru á sviðinu og það voru 20.000 manns. Og þau spurðu, vil ég ganga inn í Evrópusambandið? Eða eitthvað svona já eða nei við ESB? Og svona fagnaðarlætið ef þið segið nei og það kom svona lítið. Nei, fagnaðarlætið ef þið segið já og það kom svona lítið og svo ef þið segið nei og þá bara trilltist líðurinn að hluta til. Mun meira en jáið. Og þá fóru þau að hafa ágjur að þessu eins og þau höfðu ekki hugsað sér þetta færi svona, þessi stutta atkvæðagreiðsla sem við framkvæmdum í gagnvart þarna líðnum. Og þau sögðu já, þetta getur hættulegt, sagði Bergur Ebbi held ég, og prófa hvalveiðar. Og það sagði já, við stiði hvalveiðar og þá var svona, þú veist, ef við segjum nei við hvalveiðum sko, það var svona, frekar lágsnend og svo já við hvalveiðum og það bara var miklu meiri andi í því. Þannig að ég veit ekki, ef þetta hefur forspárgildi Evrópusambandsmálin þá verður þessi atkvæðagreiðsla felld. Það þarf þú ekki að hafa á nokkra einustu áhyggjur. Nei, og eins og ég er að reyna að lýsa, ég hef ekki svona miklar áhyggjur. Ég hef ekki svona miklar áhyggjur. Ég treysti
þjóðir, ég segi ekki eins og þú forður meðalgreinda þjóð ef mér eða Kjörbert ef mér mislíkar niðurstaðan. Við vinnum bara með hana eins og hún en maður getur hins vegar sagt sína skýru skoðun á því hvert við eigum að stefna og það auðvitað bara hlutverk okkar í stjórnarandstöðu og þegar svona stóra spurning og svona viðamikið ferli að ræða, þá held ég að við ættum að skoða málið miklu betur áður en við önum út í þetta með þessa ríkisstjórn að segja já við því að veita utanríkisráðherra nánast þennan óútfyllta tjekkats að fara bara að semja fyrir okkur. Mér finnst það alveg bagaleg hugmynd og ég held að muni hafa mjög skrítin áhrif á þetta ríkisstjórnarsamstarf. En þið eru báðir yfirlýstir andstæðingar þess að Ísland gangi í Evrópusambandið. Þið hafið báðir sagt. Já, ég tel það ekki góða hugmynd. Þú ert andstæðingur þess að Ísland gangi í Evrópusambandið, það er alveg komið skýrt fram. Ég er aftur á móti ég er svolítið bara svona opinn. En þú ert þingmaður og varst í framboði fyrir stjórnmálaflokk sem var stofnaður til þess að koma Íslandi í Evrópusambandið. Hvað varst það að spá? Það eru þín orð. Mín orð? Nei, já. Við getum farið hér bara yfir stoppskrá Viðreisnar ef þú vil hann fær ekki, Þorgerður vil ekki koma þó ég að fara að svara fyrir stoppskrá Þorsteinn kom nú til Vín, Þorsteinn Pálsson og Ótta mill okkar og bara upplýstasta og besta spjall. Já, hann er Þetta er hann alvöru stjórnmálamaður. Hann er alvöru stjórnmálamaður, já, og Þorgerður líka. Það er bara hann er hlutlaus þáttastjórnandi, hann getur ekki verið að stíga inn í ég er bara góður þáttastjórnandi. Já. Enga öfndsvari. Skellegur, já. Nei, en hvað segir þið, voru ekki Þú varst að nefna reyndar Þingvelli og Kalljó, varst þú þar? Nei, ég var ekki á Kalljó. Ég komst ekki, ég var á tónleikunum í Vaglarskógi fyrir árið síðan og þar sannfærðist ég að þetta væri brilljant hugmynd að gera þetta á Þingvöllum því þetta fór svo vel fram og þetta var allt svo elegant, það hegðuði sér allir svo vel, umgengnin var frábær, veðrið gott og allt upp á 10. Þetta hefnaðist algjörlega eiginlega held ég bara fullkomlega. Var þetta ekki fullkomin? Jú, ég mætti þetta aðsýta í gær í blússandi svona Jónsmessu sól, maður finnur að þetta er þessi tíma ársins sem að sólin er alveg sérstök og er einhvern veginn það er svo ótrúlega bjart inn í nóttuna að vísu kólnaði aðeins eftir að sólin fór og það er svona hlýð þarna sem að það er út af hitanum já, sem stafar af sólinni en sem sagt og að mörgu leyti má segja að þetta er stundum þannig að það eru allir á móti þér þangað til að þú sigrar og það mætti kannski segja það þá sem stóðu að þessum tónleikum en þeir voru allan eins og þeir komu mér fyrir sjónir tölvöru sigur og það var svolítið að þeim og ég sem svona íhaldsamur maður kannski í eðli mínu á ýmsum sviðum tengi alveg við þær áhyggjur sem var lýst þú veist að hvað er verið að færa einhvern ólifnað þangað og tónlistarhátíðir menn bara vita hvað tónlistarhátíðir hafi í för með sér og hvers konar ásýnd það getur vakið og getur myndast en það var bara ekki að sjá að það væri neitt yfirgengilegt fyllir í ámönnum það var náttúrulega búið að takmarka þetta þannig að menn gátt ekki komið sitt eigið vín þannig að það þurfti bara að greiða þú veist að og það kannski hefur einhver mildandi áhrif og að öðru leyti var bara ég hef aldrei séð svona mikið af svona stóran hluta þjóðurinnar samankomna á Þingvöllum og hugrenningatengsl vöknuðu bara hjá öllum sem þarna voru á sögulega atburði 20. aldar á Þingvöllum þar sem þjóðin fór þarna og þarna var erindið að hlusta á tónlist en það var einhvern veginn, þú veist, það var svið að hafa tónlist í gangi en það var ekkert síst bara félagslegi þátturinn bara vera þarna komin á Þingvelli. Þingvellir er þetta heilagur staður vegna þess að þar hefur fólk komið saman í aldanna rás. Þingvellir voru ekki heilagur staður þegar að Ingólfur Arnarson kom að landi. Nei og það er nefnilega líkilega atriði í þessu að við getum alveg traðkað aðeins á grasinu á Þingvöllum og það þolir það, bara rétt þess að það hefur gert í aldanna rás og þegar menn voru að þinga þarna fórum dag þá var það ekkert alltaf held í fallegt, menn voru jafnvel í kannski að leitast að vera ekki víga ham á sjálfum Þingvöllum, það var okkur þinghelgi en það hefur gengið á ýmsu þarna og það má alveg ganga á ýmsu bara innan þeirra marka og morgunin eftir eins og þjóðgarðsverðir og fulltrúar þjóðgarðsins lýst í fjölmiðlum, það voru bara engin ummerki Ég held nú að þinghald á Þingvöllum hafa nú í aldanna rás einkennst af talsverðu fylliríi Ég dæmi ekki það, ég veit það ekki en ég veit ég var skeptískur á þessa hugmynd og ekki síst vegna helgi Þingvalla. Mér finnst Þingvellir helgur staður hér á landi og þarna eru líka
mjög verðmætar fornminjar sem að hafa verið lítið rannsakaðar og ég einhvern veginn Menn myndu mæta bara með skóflu og fara að móka þetta? Nei, en þú þarft nú ekki alltaf að hafa skóflu, sko. Það er bara umgangur getur raskað, svona viðkvæmum minjum og jafnvel bara gert út af við þær. Þannig að, ég var svona skeptískur á þetta. Og svo eru Þingvelli líka þannig, ég fer reglulega á Þingvelli, mér er sérstaklega gott að koma þar á haustin og upplifa litina og svona treysta mín heit. Hafðirðu rétt fyrir þér? Hvað sagðirðu? Hafðirðu rétt fyrir þér? Nei, ég held ekki, ég hef ekki, sem sagt, svo er líka annað sem er með þetta svæði, það eru veðurfarslegar sviptingar geta verið mjög miklar þarna. Það getur allt í einu bara orðið... Það var mikil mildi. Já, við vorum bara... og það var gríðarlega velhaldið utan þetta. Jakob Frímann auðvitað einstakur og ég held að enginn hefði einhvern veginn... Já, og Einar Þjóðgarðsvörður og hans fólk vann þarna nótt og dag við að undirbúa og gera þetta eins glæsilegt og hægtar og ég sé ekki annað en þetta hafi heppnast bara upp á 10. Já, betra viður þarna heldur en við lýðveldisstofnunina 1944. Já. Í tengslu við Þingvelli hefur skapast önnur umræða. Já. Það er nú erum við farin að tala eitthvað sem skiptir máli. Núna bara brettu upp Einar Þorsteinsson fara úr jakkanum og brettu upp ermar. Þjóðargrafreiturinn á Þingvelli. Nú eru menn að velta vöngum yfir því hvort það að grafa Jónas Hallgrímsson upp. Og ég spyr, er ekki nærtækast að grafa þá báða upp og afhelga þennan reit og hætta, þessi þjóðargrafreitur er klúður? Já, það er ok, bæði og. Þarna var stofnað til þessa garðs, þessa grafreits sem svona í hita, hvað var maður að segja, sjálfstæðisbaráttu og myndun sjálfsmyndar þjóðar. Að vera með þjóðar grafreit sem síðan... Westminster Abbey, Pantheon, einhvers konar... Já, þetta er síðan er það í sjálfu sér álitamál sem sagt hvað á að gera við þennan garð og það er og það er eitthvað sem að þarf bara að ræða og skoða vilja fólk. Hvað vilt þú gera? Myndir þú vilja hvíla þetta? Ég veit til dæmis að undir þessum grafreiti eru fornminjar, ég veit það. Mér finnst þetta þegar ég heyrði fyrst þessa sögu beinin af Jónasi sem voru grafin upp í Köben og flutt til Íslands og stolið og flutt til Akureyrar norður og grafin þar og svo grafin aftur upp og sett þarna niður þetta er eiginlega eins og smásaga eftir Þórarin Eldjárn. Þórarin Eldjárn hefði getað skrifað svona smásögu sem sagt og mér finnst forvitnilegt mér finnst þetta forvitnilegt mál varðandi sem sagt kurlinn hans Nú hefur hann hvílt þarna þessi beinarhúa síðan 1946. Þetta er ekki hauskúpan og engar tennur. Erfðafræðingar eru ekki eins og vissir að það sé nægilega stór bútur eftir að beinum þarna, þannig að það sé hægt að rannsaka þetta. Er það ekki álitamál að vera að raska grafaró sem er búið að raska svo svakalega áður? Þarf Jónas ekki búin að vera ákveðin milli landaröskun á þessari grafaró
sem nú ekki alveg. Jú, það má alveg segja að sko oft má bara satt kjurt liggja. Eða ósatt, ég meina hvað kemur, ef þeir finna beinbút og kemur ljósa að þetta bara einhver Dani, hvað eiga menn að gera það? Nákvæmlega, sko það eru nokkrar sviðsmyndir í þessu það sko, hvað kemur út úr þessari rannsókn sko. Já. Þú veist, ef þetta er rétt, þá bara er þetta rétt og þá er hann bara hann og þá af því að þau eru náttúrulega með nægilegt erfðaefni úr ættingjum manns til þess að þá bera saman og ef ekki þá þurfa þeir náttúrulega býst ég við að endurheimta grafaró viðkomandi Dana og fara með hann aftur til Kaupmannahafnar sko. Þá var spurningin á þá að leita upp í bein Jónasar að nýju. Já, er ekki best að annarkvort að láta þetta alveg liggja eða hreinlega eins og ég spurði hér í upphafi málsins hvort að það sé ekki nauðsynlegt að grafa upp þar mögulegu mannvistarleifa sem eftir eru þarna eða líkamsleifar fyrir gefiði bæði Einars og Jónasar og afhelga hann reitt því að þetta er eitthvað rosalegt klúður. Mér finnst svo skemmtilega misheppnað og íslenskt að vera með þennan þjóðargrafreit sem átt að verða einhvern veginn, þú veist, eitthvað að einhverju fyrirbæri en bara einhvern veginn nam staðar hérna eftir miðja síðustu öld. Mér finnst það bara skemmtilega fallegt og að það sé einhvern veginn erfitt að segja að það ætti ekki fleiri heima þarna ef að þeir tveir eru þarna sko. En væri þá kannski ráð að grafa upp einhverja aðra og koma þeim á þennan stað? Já, það er nefnilega spurningi mín. Það sem ég hugsa með sko, að þetta er náttúrulega í tengslum, þessi hugmynd að gera þetta er eins og mér skilst í tengslu við heimildamynd eða einhvers konar kvikmynd sem er í bígerð og þetta hefur þá allavega minnst okkar haft þau áhrif að það er allir að ræða Jónas Hallgrímsson og mér finnst það alltaf gott ef það gerist. Ég held að sé alveg meinlaust að taka þarna sín og kanna hvort að þeir komist að þessari niðurstöðu. Mér finnst þetta alveg áhugavert í ljósi þess að líka að ef maður les framkvæmd þessar flutnings með síðustu öld þá eru alls konar spurningar sem vakna að hvort þetta sé raunverulega Jónas. Það er eins og reyfari. Já, ég trúi alveg að þetta sé hann. Það er mín tilfinning. En sem sagt, Jónas náttúrulega unnið Þingvöllum og hann orti margvísleg kvæði Þingvelli, vildi til þess að Alþingi endurreist á Þingvöllum og mér finnst, þú veist, hann ég myndi aldrei tala fyrir því eins og þú talar fyrir að afhelga hennar reit og hafa ekki Jónas þarna. Einar má bara guðblessaður vera þarna. En byrju, það er hægt að setja Jónas bara inn í kirkjugarðinn. Það þarf ekki að vera með þetta sem að sumir kalla eins og risavaxinni þyrlupall. Þetta er, ef það verð ekki fleiri grafnir þarna, þá er þetta varla þjóðargrafreitur. Það er nefnilega, sko, þetta er verkefni sem mun bíða stjórnmálamanna nú og til einhverjar framtíðar. Kannski Evrópuþingsins? Hvað myndi Evrópuþingi gera? Nákvæmlega, kannski myndi bara... Þú var að fá Úrsulu von der Leyen til að skera úr þetta? Já, bara... Jónas náttúrulega lést með þessum voveiflega hætti og ég hugsa stundum það sko, hver afdrif Íslandssögunnar hefði verið að hann lifað sko, og hvort hann hafi notið í söguvitund þjóðarinnar góðs að því hafa látið svona ungu stundum eru menn heppnir að losna snemma í einhverju skilningi þá er hann eilífur sko í staðinn og er sannarlega eilífur vegna þess að mínum mati eru kvæði hans með því og það er alveg ekki með því, þau eru bara allra besta sem hefur ort og það er eiginlega engan leið að skilja hvernig hann gat farið að þannig að ég tel bara til góðs að við séum að ræða Jónas Hallgrímsson fram og tilbaka. Ég tel gott að það sé verið að gera kvikmyndir. Ég væri til að fá svona, eins og heitir á útlensku biopic. Ég væri til að fá svona skáldaðar ævisögu kvikmyndir af þessum þjóðhöttum okkar eins og Jónasi og fleiri fjölnismönnur reyndar. Ég veit að þeir verða settir neðar á forgangslistan. En þetta er, ég ætla ekki að segja þetta brella. Ég vil ekki ganga það langt sko, en ég meina auðvitað er þetta, þú veist, þetta er svona eins og köttur Schrödinger, eða ekki, hann er annarkvort þarna eða ekki og það er kannski ekki gagn í því að raunverulega vita það af eða á, sko. Þótt ég leggist ekki per se gegn áformunum, það er heimilt í lögum að gera. Önnur tilvistalega spurning er þessi, ef að þarna hvíla bein þessara manna enn, án þess að hafa grotna niður og við flytjum beinin, erum við þá að flytja mannin, þyrfti ekki að flytja alla moldina því að allt hold er hey? Það gilda þetta, sko, einhver skýr lög og beinaflutninga. Já, hérna sko og þetta er gert með mjög skipulegum hætti og eftir ákveðnu ferli. En er þá niðurstaðan svo að þínum mati, Jón, að við séum ekkert annað en beinin? Já, þú meinar. Nei, sko það er ekki minn skilningur, sko. Jónas er ekkert bein sko, hann er bara
saga þjóðarinnar eins og ykkur sagði við mig sko. Jónas ekkert beinin hans sko. Hann eitthvað allt annað sko. Sko, já, en þetta er sko næstum því dægurmál sko þetta er sko ævintýraleg saga og svo náttúrulega líka stórmerkileg líka fyrir þann hluti sakir að höfuð á honum kom ekki með, þess að höfuðkúpan sko fylgdi ekki með og sko þetta þessi garður hann táknrænn, hann barn síns tíma og sko hvernig sko sýnum við þessu bæði okkur sjálfum Jónasi og hans sko arfleið og Einari sem sagt hvernig sýnum við öllu þessu og Þingvöllum og sögu Þingvalla sem mesta hugsanlega virðingu. Mér finnst það... Ég mjög sammála þessu og þetta kemur inn á ákveðin kjarnamálsins að mínum að þetta sko, það eru sannarlega mörk fyrir hversu langt menn að ganga í að hafa eitthvað svona í flimtingum í einhverju skilningi, ég meina, og líka ef maður horfir á sko, myndefni frá því þegar Jónasar Hriflu og Ólafur Thors gengu þarna með líkkistu Jónasar og héldu útför á Þingvöllum þarna 1946 þá finn ég líka og skynja kannski að þessi lotningafulla sanna, djúpa virðing sem menn báru fyrir sögunni, fyrir Jónasi, fyrir bókmenntunum fyrir þjóðmenningunni. En vissu og skynjuðu hvað Jónas hafði gert? Já, en líka bara ef þú reynir að lesa fólk og hvað það meinar raunverulega, að þá er þetta ekki, og kannski hljómar það í okkar svona nútíma sem svolítið kalthæðin og hefur einhverja fjarlægð á hlutina og fjarlægð á allt sem heitir þjóðlegt og heitir þjóðmenning, þá verður þetta einhverju svona hæðinni svolítið, svona fyndið, sko, eitthvað grín. En þarna, ef þú horfir á andlit þessara manna, þetta var bara dauðans alvara, náttúrulega beilinni, sko, og það er kannski það sem við þurfum sannlega að passa í nútímanum, sko, að það eru, og við verðum stundum og þá óskar maður bara þess að þeir sem eru fullorðnir hérna á Íslandi, þeir sem eru fullorðnir, og ég ekki fylli valla þann flokk, mér svona alvöru fullorðið ábyrgt fólk verði að vanda mjög til svona vinnu, að passa þetta verði ekki að einhverju gríni og glens, sko. Það þarf að vera að halda í hæfileikann til að nálgast hið heilaga. Já. Talandi þjóðmenningu og gengna menn, fólk að handan, Jón, þú varst á Grænlandi. Já, þú fer beint í djúpulaugina. Ég er búinn að vera að kynda undir þessu máli hér í næstu klukkutíma og ég fór að koma inn á þetta mál. Var þetta allt uppbytun fyrir þetta mál? Nei, sko, ég hef lengi verið mikill áhugamaður sögu okkar og menningu. Og þú ert formaður Vestnorræna ráðsins? Ég er formaður Vestnorræna ráðsins og hef verið það núna í ár og svo núna í ágúst að þá munu Færeyingar taka við formennsku. Og mér hefur verið, sko, ég lagt áherslu á sem sagt vestnorrænar menningarminjar. Það er að segja, sko, svona ummerki mannvistarleifar á þessum löndum frá fyrri tímum og sem sagt að vekja athygli á þeim og líka að efla varðveislu þessara minja og þess vegna fór ég sérstaklega til Suður Grænlands þar sem að það er oft talað norrænu byggðirnar á Grænlandi en hérna mínum dómi það voru þetta fyrst og fremst Íslendingabyggðir. Þetta voru fyrst og fremst Íslendingar, þetta voru skip sem sigldu þarna upphaflega frá Íslandi og þó einhverjir ættir eitthvað annað til Noregs. Eiríkur Rauði og fleiri kjölsogin af skipi hans. Sko, en lungin af þessu fólki voru Íslendingar og síðustu heimildir þessar byggðir, það stóðu þarna í 400-500 ár, blómlegar byggðir og eru frá brúðkaupi í kirkjunni í Hvalseyjarfirði og þar eru hjón gefin saman og fara til Íslands ásamt gestum í brúðkaupinu. Það eru síðustu skráðu heimildir fólkið þarna
og og mér fannst þetta algjörlega magnað og og ég var fyrir ásókn ég og það var bara einu sinni gerst áður það sem sagt ég var áður en sem sagt nóttin áður en ég sigldi inn í Eiríksfjörð og að Bröttuhlíð að Bröttuhlíð að landnámsbæ Eiríksrauða og Þjóðhildar Jörundardóttur og þar sem að Þjóðhildur lét reisa kirkju sem kapella, hún lítil en hún fyrsta kirkjan sem byggð á meginlandi Norður-Ameríku og síðan svona, ég veit ekki, 4 nóttina þá svona opnuð hurðin inn til mín inn í hótelherbergi mitt sem ég fannst skrítið sem mundi hafði læst af því að ég var eitthvað svona fiktaði lást og það læstist og ég og þetta, ég hugsaði strax ég hrökk upp og hugsaði þetta eitthvað svona hótelstarfsmaður sem veit ekki að ég hérna og ég leit að hurðin og það var ekkert en ég heyrði þetta greinilega þannig að ég sofnaði aftur og síðan kannski 2 tímum seinna að þá ég sleginn svona þettingsfast í vinstri öxlina og ég svaf á maganum og þetta var ekki harkalegt eða aggressíft, heldur meira svona ræs svona ímynda mér að hásetar hafi stundum verið vaktir svona ræs og svona bara fá svona létt klapp á öxlina drífa sig og eitthvað svona og já ég bara einu sinni upplifaði eitthvað þessu líka Hver var þetta og af hverju gerist þetta? Ég held þetta hafi verið einn af mönnum Þjóðhildar einn af húskörlum Þjóðhildar Hafðirðu verið eitthvað að tala illa þetta fólk? Hann sagði talað mamma megi bara ekki tala illa huldu fólk alla aðra má tala illa. Nei, ég bara talaði vel þetta fólk og þarna fékk ég þetta náttúrulega allt UNESCO varin menningar svæði en þarna fékk ég innsýn inn í lífshætti og menningu þessa fólks og eins og ég vitað og mér hefur grunað varðandi sögu okkar þjóðar Ísland og sem þjóðríki byggt á fyrst og fremst á kristnum grunni og hann miklu sterkari og stærri heldur en að almennt talið. Við viljum gjarnan trúa því að fólk hafi verið meira og minna heiðið, einhverjir svona kristnir og eins og af allir bara ákveðið að hafa svona þjóðaratkvæðagreiðslu og bara gerast kristnir og það þegar við erum að skoða fornminjar eins og frá Grænlandi sem hafa varðveist miklu betur heldur en þeir hafa varðveist hér vegna þess að loftslagið öðruvísi og þarna hafa allumis trémunir geymst í sífrera bara öldum saman þá sjáum við svo merkilega hlið á okkur sjálfum þetta, mér fannst einhvern veginn þarna vera og mér finnst það oft svona ákveðin svona púsluspil sem okkur vantar í okkar eigin sjálfsmynd sem hefur líka kannski eitthvað með þjóðargrafreitin óbeint að gera hver við erum og það eftir að hafa komið þarna Brattahlíð og sérstaklega náttúrulega rústirnar þarna eftir kapellun og endurgerðin á kapellun, hún var endurbyggð við mjög merkilega athöfn 2000 Þökks í Árna Jónsson Árni Jónsson,
Árni sko lyfti grettistak í þessu eins og mörgu öðru og þarna voru saman komnir fulltrúar frá helstu kirkjudeildum heims, frá dönsku þjóðkirkjunni og frá íslensku þjóðkirkjunni og það var sendi fulltrúi frá Páfagarði, frá Bandaríkjunum og líka fulltrúi frá orthodox kirkjunni og þarna var haldin merkileg athöfn og Karl Sigurbjörnsson hefur skrifað mjög merkilega það og þessi kirkja sem endur bygging á nokkuð nákvæm og þetta eru íslenskir handverksmenn sem áttu veg og vandað að þeirri byggingu hún var sem sagt vígð kirkja þetta er alvöru getur ekki leikmynd þetta er kirkja og heilagt hús. Þetta er heilagt hús og ég þegar við þurftum að hlaupa frá sem sagt fyrr en við ætluðum vegna þess að það fljótt skipast veður í loftið þarna og það er einhver ákveðin vindur þannig heitir eitthvað á grænlensku ég bara man það ekki sem kemur stundum skyndilega niður af jöklunum og hann er eiginlega bara svona eins og ákveðið snjóflóð eða eitthvað hann kannski einhver heiðin afturganga aftur þetta hefur allavega verið kyngimögnuð ferð þetta var algjörlega kyngimögnuð ferð og ég er við þurfum að fara meira ofan í saumana á henni síðar ég er ekki samur eftir að hafa farið þarna Ertu í þjóðkirkjunni? Ertu í þjóðkirkjunni? Nei, ég er kaþóliki já, útkaþóliki Þú varst hvað við gerðum við nafnaðinn í Skálholti. Já, það var nýðingsverk. Já, það var algjört nýðingsverk og já. Þú má þakka fyrir að hafa fæðst á 20. öld. Já, einmitt. Ég er mjög þakkláttur fyrir Jóknar, ekki höfðinu styttri, ekki frekar en Snorri Másson. Takk ykkur fyrir þessi ágættu skilmingar ykkar á hinu pólitíska sviði. Ég óska ykkur gleðileg sumars og vonaði ná að hvíla lúin bein eins og Jónas gerði forðum. Sömuleiðis. Við erum hins vegar ekki hættir á vettvangi spursmála. Því að hér handa á hornið er áhugavert samtal heimsmeistaramóti í knattspyrnu og efnahagsleg áhrif þess. Fylgið þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Vantar þig bílavarahluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum allt land. Poulsen.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slísabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Lífið er fótbolti, segir Hjörvar Hafliðason og það má til sanns vegar færa þessa dagana þegar að heimsmeistaramóti í knattspyrnu stendur yfir. Það mun auðvitað allt koll keyra þegar að fer að líða á mótið og heimsbyggðin fylgist með. Einhverjir fara hnarreistir áfram en aðrir hnípnir af velli. Það þekkjum við Íslendingar svo mæta vel. En fótboltinn er meir en bara það að sparki í tuðru og senda það út í gegnum gervihnettum heimallan. Það eru miklu peningar sem að tengjast þessari ótrúlegu íþróttagrein. Sævar Þór Sveinsson heitir maður sem heldur úti áhugaverðri heimasíðu sem að nefnist utanvallar.is og ég ætla að ræða við hann hérna næstu mínúturnar peninga og fótbolta. Blessar og sæll. Takk fyrir hann. Utanvallar, hvaða fyrirbæri er það svo að við setjum þetta allt í samhengi? Utanvallar, þetta er vefsíða sem ég er búinn að vera með núna í tæplega ár. Sett henni loftið 1. maí 2005. En fyrir það þá er ég búinn að vera fjalla svolítið bara fjármál og íþróttir, bara undir mínu eigin nafni hérna á X og LinkedIn. Og það fekk bara góða viðtökur þar og hann maður ákvað svolítið útvíkka hugmyndina og setti þá utanvallar.is í loftið. Og þarna hef ég bara verið að taka fyrir alls konar hluti sem tengjast fjármálum og íþróttum. Og hef verið að skoða ársreikninga og hjá íslenskum félögum og
hef verið að skoða, já, til dæmis HM. Áhugi á þessu tiltekna sviði, þetta auðvitað ekki íþróttir beint, en þetta hlutir sem hafa mikil áhrif á íþróttir, bara kaupgetu félaga á bestu leikmennum og öðru slíku. Er útbreiddur áhugi á þessu? Svona í samfélaginu og öðru? Já, ég held að það sé nú meir en kannski fólk heldur, af því ef maður skoða til dæmis bara á fótbolti.net og bara fjölmiðlum og öðru, hvað alltaf svona mest lesnu fréttinar. Það nú oft sem einhverja fréttir launamál eða verðmið á leikmönnum svolítið ofarlega. Þannig að þetta auðvitað eitthvað sem fólk hefur mjög mikinn áhuga á, held ég, sko. Og bakgrunnur þinn kallar á þetta að þú ert með BS-gráðu í viðskiptafræði og reynda BA-gráðu í lögfræði. Já. Og ert síðan að mennta þig áfram út í Danmörku á þessu sviði. Já, ég menntunarbakgrunnin svolítið í þessu, í fjármálum og viðskiptafræði og öðru. Og þar leiðandi, og maður hefur síðan líka áhuga á bara íþróttum, þannig þetta svona samtvinnast allt í utanvallar í raun og veru. Hvað tekur þá við að námi loknu? Hefur áhuga að tvinna það saman í störfum í framtíðinni? Já, alveg bara tímanlaust. Það er eitthvað sem ég hef mikinn áhuga á, en það verður bara komið í ljós hvort það bjóðast einhver tækifæri á þessu sviði eftir á. Þannig við verðum bara bíða eftir því. Já. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu er risa viðburður. Eiginlega engu öðru líkt. Við sjáum það meðal annars birtast í því að nú taka þjóðir sig saman að halda þessa keppni. Meira sé Bandaríkin, þetta mesta stórveldi sögunar. Já. Þeir gera þetta ekki einir, þeir gera þetta í samkrulli við Mexíkó og Kanadamenn. Einmitt. Þeir, ef það væri einhver þjóð sem gæti haldið þetta einu á báti og sérstaklega núna í ljósi þess að búa stækkamóti í 48 liða mót, þá gæti nú Bandaríkjumenn alveg hæglega haldið þetta einu og sér. Þannig ég veit svo sem ekki nákvæmlega af hverju kusu að taka Mexíkó og Kanada með sér í þetta, en þeir kannski vilja passa vel upp á sína nákvæmlega þjóðir og vina þjóðir, maður veit ekki. En já, svolítið eins og staðan í dag á heimsmeistaramótið, þá þarftu eiginlega að vera með öðrum þjóðum að halda þetta mót. Og við sjáum það bara til dæmis á næsta heimsmeistaramóti karla sem er 2030. Þá eru 3 aðalgestgjafar og síðan svona 3 gestgjafar eða svona auka gestgjafar, ef svo maður segja. Það verða í raun 6 lönd sem að koma að verkefninu. Þetta er gríðarlegt umfang. Þú vinnur þessa skýrslu í samstarfi og samráði við Íslandsbanka. Þeir hafa gefið út skýrslu af þessu tagi áður. Einmitt. Hver er megin drættirnir þegar þú horfir yfir fjármál og heimsmeistaramótið? Er þetta margir kaflar eða mörg svið sem að þið kafið ofan í? Já, við svolítið förum svona vítt og breitt yfir svona fjármálasviðið í þessu. Þannig við erum að skoða bara tekjurnar hjá FIFA og útgjöldin á FIFA almennt, og síðan erum við svolítið að fókusera líka á bara heimsmeistaramótið karla, hversu miklu máli það skiptir fyrir FIFA og útgjöldin tengt því og verðlaunapottiðin á heimsmeistaramótinu og öðru. Þannig já, við förum svolítið vítt og breitt yfir þetta, sko. Hvert er umfangið á þessu? Hversu stórt er FIFA til dæmis, alþjóða knattspyrnusambandið? Sko, FIFA er náttúrulega bara risastórt fyrirtæki. Ég var nú að skoða bara í gærkvöldi að starfsmannafjöldin á FIFA er eitthvað í kringum 950 manns. Já. Á Íslandi væri það bara eitt af stærstu fyrirtækjum landsins. Já. Og við tökum nú einmitt fyrir hana í skýrslunni hverjar tekjurnar hjá FIFA eru, og þeir hafa það nú þannig á sér að þeir skipta fjármálunum sínum upp í svona 4 ára tímabil í senn, af þeirri einföldu ástæðu að heimsmeistaramót karla er bara aðal tekju uppsprettan hjá þeim. Þannig á öðrum árum þá er svona svolítið lítið tekjur, en síðan kemur á 4 ára fresti bara svakaleg innspýting af tekjum. Og það er í þessu núverandi 4 ára tímabili, sem er þá frá 2003 til 2026, þá eru þeir að áætla tekjur upp á 1621 eða 9 milljarða, eitthvað í kringum það, sem er afskaplega mikill peningur. Fyrir svona regnhlífarsamtök? Já, að því maður kannski hefur svolítið mynd af FIFA sem auðvitað bara eitthvað almannhællafélag og sem er bara svona að sjá knattspyrnu í heiminum, en maður kannski áttaði sig ekki almennilega á því að þetta er auðvitað bara risastórt fyrirtæki. Þetta er alveg gríðarlegt umfang, en af þessum upphæðum heimsmeistaramótið, er þetta 70-80% af heildarpakkanum eða hvað? Já, sko, það er fyrir heimsmeistaramót eða fyrir þessa 4 ára blokk sem erum við í núna, þá verða tekjurnar á heimsmeistaramóti karla eitthvað í kringum 69% það bil.
sem nokkuð lægra en hefur verið sko síðustu árin. Og það sko á öll heimsmeistaramótin á þessari öld þá hefur verið þannig að sko hlutfall þeirra af heildartekjum FIFA hefur verið kannski að meðaltali 87%, eitthvað hannig. Sem þetta gífurlega stór hluti af tekjunum, að treysta á þessar tekjur sem koma bara inn á 4 ára fresti. En við sjáum að núna á þessu tímabili að þetta komin niður í 69%. Og það eiginlega bara einfaldlega af þeirra ástæðu að FIFA farið að hugsa svolítið, heyrðu, við þurfum aðeins að vera með einhverja fleiri tekjuuppsprettur hjá okkur. Og þá nú aðal ástæðan fyrir þetta lækka svona er vegna endurnýjaðs heimsmeistaramóts félagsliða karlamegin sem var sett á laggirnar í fyrrasumar. Og þar voru þeir að áætla rúmlega 2 milljarðar í tekjur, dollara sem sagt. Ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvað var í íslenskum krónum. En þeir alltaf hafa svolítið verið að hugsa núna síðustu árin að við þurfum að fara einhverja nýja leiðir í þessu. Og það þá afskaplega mikilvægt að vera ekki treysta á tekjur sem koma 4 ára fresti. Það er óvarlegt, sérstaklega að það geta líka komið upp aðstæður sem ekki hægt að halda mót, sem við þekkjum kringu COVID, að stórviðburður var frestað með sko. Já, eins og við sáum bara með EM, kalla, það átti að fara fram sumarið 2020 og var frestað síðan 1 ár. Það hefur gerst fyrir HM, það situr allt bara í uppnám hjá þér. Gríðarleg áhrif. Og tekjurnar, við rýnum við tölurnar, þetta sjónvarpsréttur fyrst og síðast sem að þeir byggja á? Sko það stærsti tekjuliðurinn þeirra. Hann eitthvað í kringum 550 milljarðar króna, cirka bát, sem þá tæplega þriðjungur af tekjum FIFA. Og síðan þar á eftir koma miðasölutekjurnar. Það voru eitthvað í kringum, þeir áætla cirka 386 milljarðar þar. Þannig það eitthvað aðeins lægra, eitthvað 20% af tekjunum eða eitthvað þannig. Miðaverðið á þessar viðburðir orðið alveg glingló eins og maður segir? Já, það hefur verið mjög mikið til umræði í kringum þetta mót. Það þetta háa miðaverð og alveg að skiljanlegum ástæðum að fólk sé að tala þetta því þetta hefur hækkað alveg svakalega mikið frá síðasta móti og við tökum nú fyrir í skýrslunni miðaverðin og þar var nú til dæmis sko á úrslitaleikinn núna í ár þá á ódýrasti miðin að vera á það bil 250.000 krónur. Það ekkert allir sem eru til í að borga það bara svona sko. Fólki finnst dýrt að borga sinna á tónleika sem kostar 20.000, þannig að tala tífalt verð. En það samt sko, það hefur svolítið verið þessi neikvæð umræði kringum miðaverðin fyrir þetta mót. En ég held að það sé nú líka alveg einhverjir jákvæðir vinklar við þetta. Því auðvitað þetta leiða til þess að ákveðnir stuðningsmenn sem eru kannski minna milli handana, sem kannski meira harðkjarna stuðningsmenn, þeir geta einfaldlega bara ekki keypt miða, þeir bara hafi gefn á því. Og það auðvitað ekki gott ef við erum að taka svolítið ástríðuna úr knattspyrnunni. En síðan á sama tíma þá það einfaldlega þannig að það auðvitað svakalega mikið af ríku fólki til dæmis í Bandaríkjunum og bara fólk sem tilbúið að borga þessa miða. Þannig ef það eftirspurn þá getur við þetta hækka miðaverðið eins og vilt. Og það líka þannig að Gianni Infantino, forseti FIFA, hann sagði á ársþingi FIFA fyrir 2 árum síðan að sko fyrir heimsmeistaramótið 2007 hjá stúlkunum eða konunum sem verður haldið í Brasilíu þá vill hann að verðlaunapotturinn sé jafn hár og karlamegin fyrir heimsmeistaramótið. Og ef þú vilt ná því markmiði þá þarftu þetta að fá tekjurnar einhvers staðar frá til þess að geta sett í þennan verðlaunapott og peningur hann verður ekki til á trjám, það vitum við. Þannig einhvers staðar þarf að sækja hennar pening. Og hann verður ekki til í kvennaboltanum sem stendur? Nei, þeir þurfa þá að taka peninga út úr karlaboltanum. Algjörlega, þannig það sækir. Það verður kannski að horfa svolítið á það að sko karlafótboltinn kannski einhverju leyti þurfi að svolítið niðurgreiða fyrir til dæmis kvennaknattspyrnu ef við ætlum að efla hana. Af því það nú einfaldlega bara þannig að ef þú ætlar að efla íþróttir einhvern veginn þá þarftu bara að setja meiri pening í það. Og þarna eru við til dæmis með leið í gegnum miðana að taka peninga þaðan og setja inn í til dæmis kvennaknattspyrnuna. Annað sem hefur verið rætt að þú veist að tala umdeilt miðaverð, vatnspásurnar sem komnar inn, sem eru augljóslega auglýsingahlé og Bandaríkjamenn eru sérfræðingar í auglýsingahlé. Þetta að gera íþróttinni eitthvað greikk, þetta ekki bara allt í lagi?
Já, ég sjálfur hef ekki eitthvað haft svona miklar áhyggjur af þessu. Ég hef ekki haft tíma til að horfa eitthvað mikið af leikjum, en fyrir mig persónulega þá fyrir þetta ekkert mikið í taugarnar á mér en það kannski ég meina þessi peningur fer þá bara beint til þessar sjónvarpsfyrirtækja eins og í Bandaríkjunum til Fox, þeir eru með réttinn þar. Þannig að þetta bara meiri peningur í vasana þeirra. Þannig peningurinn sjálfur endar kannski ekki beint í íþróttinni nema þá að þeir borgi bara hærra verð fyrir sjónvarpsréttindin. Væntanlega það í einhverju samhengi þegar að FIFA sér að menn geta aflað meiri tekna af útsendingunum að þá sé þetta pumpu verðið. Já, það hlýtur það. Ég persónulega liti bara á það sem bjórpásur og í raun og veru sé íþróttina kalla á það að maður fari og endurnýi baukinn. Já, og maður geti að fara á klósettið og eitthvað annað. Já, ég held að þetta sé bara til góðs í raun. Já. Það áhugavert líka það sem þið takið saman félagsliðin af því að það annað sem að maður þekkir ekki bara úr knattspyrnu heldur öðrum íþróttum að það togstreita félagslið halda úti öflugur leikmönnum fjárfesta öflugur leikmönnum þjálfa þá upp og þurfa þeim að halda. Svo verið að kippa þeim út í landsleikja hléum oft á yfirstandandi keppnistímabilum og svo koma svona stór mót og FIFA viðurkennir að félögin eigi hafa tekjur að þessu. Getur þú útskýrt hvernig það gengur fyrir sig? Já, þetta er eiginlega svolítið tvíþætt svona kerfið eða sjóðið sem við með. Það annars vegar Club Protection Programmið sem svona meiðslasjóður í raun og veru og síðan það Club Benefits Program sem greiðslur fyrir afnot af leikmanninum, svo má segja. Og ég meina við byrjum á þessu meiðslasjóð þá þannig að það kemur auðvitað fyrir að leikmenn meiðast í einhverjum landsleik og það auðvitað þá bara tap fyrir félagsliðið þeirra og FIFA hefur þá sett upp þennan sjóð sem með hvort það varu 80 milljónir evra að stærð árlega sem þá bara liðið geta þá bara sótt greiðslur úr ef að leikmaðurinn meiðist sem á þá að dekka af launa þeirra. Og þetta þá auðvitað bara svona ákveðin leið til þess að félagsliðin geti sætt sig við það að leikmennin séu að fara og það er sem einhver áhætta af því að þeir geti meiðst. Minnkar þessi þrýstingur sem hefur orðið vart við hjá félagsliðunum að menn gefa ekki kost á sig í landsliði? Algjörlega. Og síðan ertu með þetta Club Benefits Program sem þessar greiðslur til félagsliða fyrir það bara leikmenn séu að spila landsleiki yfir höfuð. Og FIFA með þetta þá í tengslum við heimsmeistaramótið. Þannig að leikmenn sem að fara á HM, þeir spila einhver leiki og svo framvegis og félagsliðin þeirra fá þá bara einhverja greiðslur fyrir það. Og það nú stóluðu mér hverja greiðsluna voru nákvæmlega per leik eða per leikmann eða hvernig sem það var. En já, þannig að allavega nýtur góðs að því að leikmanninn sé góður og geti spila fyrir þjóð sína. Og síðan líka þannig að síðustu ár, eða síðustu heimsmeistaramótum, þá hefur þetta verið þannig að það er einungis greitt fyrir leikmenn sem fara á HM. En það er núna búið að útvíkka þennan sjóð, þetta kerfi. Þannig að núna fá leikmenn líka sem að spila í undankeppninni. Og við tökum það til dæmis fram í greininni að þá ætti nú Víkingur Reykjavík, að fá einhverja greiðslur frá FIFA út á Gunnari Vatnarheimi. Færeyingnum sem spilar hann í vörninni hjá þeim. Hann auðvitað er landsliðsmaður hjá Færeyjum og spilaði einhverja leiki í undankeppninni og Víkingar eiga þá vona einhverja greiðslu frá UEFA. Nei, frá FIFA segi. Veistu hver upphæðin í því? Nei, ég reyndi nú eitthvað svona kannida en það ég fann nú ekkert einhverja nákvæmar tölur hvernig þetta ætti að vera skiptið og svo. Kemur í ljós síðar þegar að millifærslan verður framkvæmd? Já, það sést kannski vonandi bara á næsta ársringi. Og svo inn? Já. Annað sem að maður tekur eftir, það eru landsliðin sjálf, þau þurfa auðvitað að reka sig og við þekkjum það með knattspyrnusambandi íslenska að þetta er ekki alltaf einfalt mál, það eru ferðalög og mikið utanumhald á þessu. Þau hafa mikla tekjur af samningum eins og við íþróttavöru framleiðendur. Þú tekur saman áhugaverða tölfræði varðandi sérstaklega styrkleika Adidas og Nike. Já. Það er áhugavert að sjá eins og með Þýskalandsliðið að það er að verða vatnaskil á þeim vettvangi. Þjóðverjar eru ekki allir á eitt sáttir við það hvað þar er að gerast. Nei, það var uppi fótur og fit fyrir
hvað var held ég fyrir ári síðan tæplega 1,5 þegar þetta var tilkynnt að, sem sagt, að þýska landsliðið myndi ekki lengur spila í treyjum frá Adidas. Og það er auðvitað stór máli í Þýskalandi, þetta er auðvitað þýskt fyrirtæki og þau hafa verið í samstarfi í einhver 70 ár sem er afskaplega langur tími. En það var einfaldlega þannig að Nike bauð betur og þannig menn tala að þessi samningur sem Nike er að gera núna við Adidas sé tæplega 100 milljónir evra fyrir að ég held, mér minnir að það hafi verið 7 ára samningur eða eitthvað hannig. 100 milljónir evra á ári? Já. Það eru 14 miljardar? Já, eitthvað í kringum það. Það þú ætti að selja alveg gommu af íþróttavörum til þess að vinna upp í þetta. Og samningurinn sem við vorum með fyrir Adidas var eitthvað í kringum, ég held 30 milljónir evra, eitthvað svona, allavega. Staðreyndin var bara svo að þessi díll hjá Nike var bara einfaldlega of góður til þess að hafna. Þannig eins og við segjum í skýrsluna, rómantíkin, hún vék fyrir peningunum. Ég ætla að gera þig tilboð sem þú getur ekki hafnað. Já, í raun og veru. Svo góður maður sagði eitt. Setjum aðeins fókus aftur á þetta með þjóðríkin sem að takast á hendur þetta verkefni. Þú nefnir í skýrslunni þessa miklu uppbyggingu sem er framundan í Marokkó. Þeir eru með á planinu núna að reisa fótboltavöll sem að verður næststærsti íþróttaleikvangur í heimi. Marokkó er bláfátækt ríki. Þetta virkar einhvern veginn á skjön við bæði skynsemi og það sem mögulegt er. Já, það er alveg, það er oft sem að sér sérstaklega í íþróttum að það eru mörg ríki sem myndum bara flokka sem þróunaríki sem eru að setja afskaplega mikið peningi mitt í að halda einhver svona mót eða svona í svona kannski meiri gæluverkunni, svo maður segja, frekar en að svolítið fókusera á bara uppbygginguna í landinu. Og eins og til dæmis nefni með Marokkó að þeir eru að fara í einhverja svakalega framkvæmdir í að byggja hana völl. Og kannski svona fleiri dæmi úr fótboltanum, þá er það til dæmis Rúanda, Afríkuríki. Það eru þetta líka þróunaríki og það er nú þannig að þeir eru með samstarfssamninga við Arsenal sem er reyndar núna var að ljúka núna í sumar og þeir eru líka með samning við PSG og Bayern þess að auglýsa túrismann í Rúanda sem þeir eru með Visit Rúanda á erminni hjá sér. Og þetta er auðvitað gífurlega mikil peningur sem voru að borga til þessara evrópsku stórliða í að auglýsa hjá þeim. Þannig þetta er, maður sér þetta mjög víðsvegar að það sé verið að setja mikla peninga í eitthvað svona og síðan endar oft þannig að þessi vellir eða þessi innviðir sem eru byggðir í kringum einhver svona stórmót að þeir endur bara í niðurníðslu. Af því að eitt er að byggja svona, annar að halda því við. Tekjurnar koma í kringum stórmótið en hvað svo? Já, algjörlega. Þetta verður spennandi. Eru aðri þættir sem að þú verður að rýna í sem að mér hefur yfir sér sem að eru svona áhugaverðir punktar inn í? Ég held að það sé svolítið áhugavert með verðlaunapotinn. Já. Það er nú þannig að Ísland komst ekki á þetta heimsmeistaramót. En ef við hefðum komist á þetta heimsmeistaramót þá hefðum við fengið sirka bát 1,3 miljard króna fyrir að komast inn. Það er að því gefnu að við hefðum dottið út í riðlakeppninni. Ef þú dettur út í riðlakeppninni þá farið 1,1 miljard og síðan ofan á það þá fá öll lið fasta greiðslu upp á tæplega 200 milljónir íslenskra króna, 1,5 miljón dollara sem eitthvað svona fasta greiðslu. Og til þess að setja þá tölu í samhengi, 1,3 miljard króna, þá var tekjur KSÍ á síðustu ári 2,3 miljardar. Þannig að þetta er tæplega 50-60% af tekjum KSÍ sem hefði getað komað inn á einu bretti. Og það er nú líka bara þannig að það eru sumi félög í landinu, sumar knattspyrnudeildir, sem eru ekkert í frábæri stöðu fjárhagslega, sem eru með einhverja skuldir eða yfirdrætti og hvað þannig. Og eins og ég sá með bæði EM 2016 og HM 2018, þá fenguðu þetta þessi íslensku félög meiri pening frá KSÍ í kjölfar þessa árangurs. Þannig það er auðvitað svakalega mikilvægt fyrir bara knattspyrnuhreyfinguna á Íslandi að við komumst inn á til dæmis HM. Það er bara mikill peningur í boðið þarna sem getur hjálpað bæði bara KSÍ og bara félögum í landinu að bara reka sig vel. Já, það er margt til þess vinnandi þar sem menn setja eða leggi mikið á sig til þess að
ná þessu markmiði. Já, og það var nú líka tekið fram í ársreikningi KSÍ fyrir 2005 að staðan er einfaldlega þannig að það er mjög dýrt að fara í öll þessi landsliðsverkefni og það verður talað um sko það var held ég í sko greinagerðinni með ársreikningum að staðan er einfaldlega svo að KSÍ getur ekki verið að senda endalaust yngri landsliðin í einhver verkefni af því það er ekki til það mikill peningur hjá þeim og þannig að meðaltali eru sko yngri landsliðin á Íslandi að spila færri leiki en aðrar þjóðir í Evrópu. Og það er auðvitað heldur ekkert gott. Við viljum auðvitað að okkar leikmenn séu bara samkeppnishæfir gagnvart öðrum leikmönnum. Öðlist reynsluna sem þörf krefur. Algjörlega. Rétt í lokin, hverjir munu vinna þessu sinni? Ég er ekki mikið fyrir að spá. Nei. Þannig ég ætla bara ég ætla ekkert að spá fyrir hún. Við erum bara að láta koma ljós. Ummála spurninguna með hverjum heldur? Með hverjum held ég? Ég hugsa að ég haldi með Spánverjum. Já. Þannig ég hef ekki að segja að það sé þessi minn hestur í þessu. Ég held að nú sé komið að Englendingunum. Já. 60 árum og seint. Já, það verður að koma ljós. Já. Sævar Þór Sveinsson, þakka að kærlega fyrir og gangið vel með utan vallar. Hvert fólk til þess að kynna sér þessa skemmtilegu dagskrá hjá þér. Takk. Það var ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn á hásumri. Við óskum ykkur góðrar helgar og hlökkum til þess að hitta ykkur hér á þessum vettvangi að viku liðni. Ég minn á bókaklúbb Spursmála. Við erum þennan mánuðin að lesa bókina eftir Haruki Murakami, What I Talk About When I Talk About Running. Frábær bók sem hafði mikil áhrif, ekki síst af fólk sem hefur gaman að því að hlaupa. Ég veit líka dæmi þess að fólk hafi lesið bókina og byrjað að hlaupa í kjölfarið. Þannig að tryggið ykkur eintak að þessari merkilegu og skemmtilegu bók í verslunum Pennans. Sjáumst hress.